Komið bless og sæl og verið velkomin með okkur hér í Hvíta Máva. Gesturinn kominn, sestur í stólinn, við ætlum að spjalla. Rósa Kristín Júlíusdóttir, myndlistamaður og myndlistakennari með meiru. Hún búin að dvelja í Ameríku og Ítalíu og ég tíki hvað og við ætlum að spjalla þetta allt saman. Rósa, vertu velkomin. Takk fyrir það, gestur. Rósa Kristín. Bara eins og vel, það fólk kalla mig bæði, eða hvoru tveggja. Sumir kalla mig Rósa og sumir kalla mig Rósa Kristín. Já. Hvaðan eru þessum nöfn, veistu það? Já, það eru amma mín Rósa og afi mín Kristján. Já, þetta eins og móður foreldrar. Á þessum tíma, þetta var sótt bara í afa og ömmu? Já, það var það. Alveg eins og Odda systir var skýrð í höfuðið á föðurafa sínum og ömmu eða okkar og síðan voru það stjúp eða fóstri og fóstra pappa sem að Gummi bróðir var skýrður eftir. Þannig að það var ekkert farið lengra. Það ekkert farið neitt út fyrir eyrinn eins og maður segir. Nei, það var það ekki. Rósa, myndlist, þú ert kannski þekktust fyrir myndlist og myndlistakennslu og þá segir maður stelpa á eyrinni, hvað var á bakvið það að vilja verða myndlistamaður? Já, ég held nú kannski að áhrifavaldurinn hafi verið uppeldið vegna þess að ég var svo lánsöm að það var bara svo menning og listir voru í hávegum hafðar á heimilinu. Pabbi náttúrulega var áhuga leikari og hann vann í leikhúsinu alveg frá því ég man eftir mér mjög mikið. Og móðir mín var saumakona. Síðan voru aðrir í kringum okkur sem að voru, bara bókmenntir. Það var stór þáttur það heima hjá mér, þá voru kvöldvökur, pabbi vildi að væri kvöldvökur og við þurftum að undirbúa okkur með að lesa upp ljóð og allt mögulegt. Segir ekki? Jú. Það bara sem gömlu torfbæjónum? Já, næstum því. Það var næstum því. Já, hvað segir? Og þó að væri ekki mikið myndlistarsýningar á þessum tíma, þá var leikhúsið og ég byrjaði mjög snemma að fara í leikhúsið og það var tónlistafélagið, það voru tónleikar og pabbi tók mig með að tónleika mjög snemma. Svo kom þetta með myndlistina bara seinna eftir ég var búin að fara út í heim og líka kannski það fór að verða fleiri sýningar fyrir norðan. Og svo svona togaðist í talsverðan tíma á ég að fara í leiklist eða á ég að fara í myndlist. Já, leiklistin var inn í þessu? Já, hún var dálítið inn í þessu. Ég hafði fengið líka að vera stundum með í leikritum. Já, en Rósa, þú við erum búin að tala um foreldra en vitum ekki hverðu eru í þessu, þá ég veit það. Já. Foreldrar þínir? Foreldrar mínir voru Valgerður Kristjánsdóttir og Júlíus Oddsson og þau voru sem sagt ættuð, mamma var ættuð úr Öxnadal og Skagafirði og pabbi ekki langt undan héðan frá Dagverðareyri eða aðallega Glæsibæ. Hérna bara út með firðina. Já. Þannig að þú ert norrlendingur? Ég er norrlendingur í húð og hár. Stundum segist ég vera skagfirðingur bara ganni en í raun er ég bara... Bara ganni? Mér finnst það eitthvað skemmtilegt. Nei, ég er... En amma mín Rósa fæddist í Skagafirði. Þú nefndir sko mamma var saumakona, hann var mikið við það. Já, Pabbi var áhugaleikari, ég kynntist honum. Já, hann var það og hann vann alla tíð eftir að ég man eftir mér og bara örugglega eftir ég fæddist á lagernum á
Odda. Já, Vélsmiðjunni Odda, já, akkurat. Og þar sem sagt var hann í sinni dagvinnu og svo var hann meira og minna á kvöldin og helgar í leikhúsinu. Hvernig var þetta svona heimilislífi? Hvernig truflaði þetta ekki heimilislífið? Pabbi var alltaf einhvers staðar út hjá kvöldin. Ég held ekki, ég man ekki eftir því. Hann var nefnilega hann var svo fjölhæfur, hann var svo duglegur að hann tók algjörlega, hann var svo mikið jafnréttissinnaður, hann tók nefnilega jafnan þátt í heimilistörfunum. Ég meina, hann eldaði, vaskaði upp og þreif og bara gerði það sem þurfti heima. Veistu það, fyrst þú nefnir þetta, þá man ég eftir honum við að vaska upp inn í leikhúsi í kaffistofunni. Já, áreiðanlega. Já. Því að hann, já, en hann hafði greinilega óhemju orku. Já. Því að, já. Svona grannur maður eins og hann var. Já, já, og alltaf náttúrulega það voru engir bílar. Hann fór auðvitað í vinnuna á hjólinu sínu og svo bara gekk hann. Já, já, já. Þannig að þetta, já. Og þú segir að þú hefði tekið þá, sko, þú fórst með honum í leikhúsið á æfingar Já, mjög oft og svo fékk ég það hlutverk að vera, það hét held ég sætavísa. Það er að segja, það var dýravörður sem tók við miðum fólksins sem kom inn og sagði annarkvort til vinstri eða hægri og svo vorum við tvær sætavísurnar sem að tókum síðan við miðunum og vísuðum fólki til sætis. Já. Þannig að ég var dálítið... Voruð þið með lukt eins og í bíó? Nei, það átti ekki að koma eftir myrkur, nei. En fékkst að leika, fórst á sviðið? Já, ekki fyrir ég var orðin samt táningur. Já. Manstu hverju það var? Í fyrsta skipti ætli það hafi ekki verið, ég hef nú ekki hugsað þetta lengi, Tehús Ágústmánans kannski. Já, það var fræg þekkt sýning og fræg sýning og vinsæl. Já, og kannski fyrir það þá voru það tengdamömmuleikrit, manstu eftir? Tannhvers tengdamamma. Tannhvers tengdamamma og eitthvað annað. Það voru 2 svona tengdamömmuleikrit. Já. Svona Sofíu frænka típa. Þar fékk ég einhver svona það var ég ung kona. En þetta kom til greina þegar þú ætlaðir að velja þér starf? Já, því svo fékk ég líka að leika aðeins seinna eftir ég var búin að vera aðeins erlendis. Þá fékk ég að leika á útlegð og það var bara stórt hlutverk og það var ótrúlega gaman og þá var Ævar Kvaran leikstjóri. Og svo fékk ég að leika í Brönugrasi rauða og það var eftir að þeir voru komnir hingað norður Sigmundur og Arnar og fleiri sem voru með leikhúsið. Já, þetta var bara fyrsta verkið sem að þeir settu upp. Það gæti verið, já. Það settu upp eftir að þeir komu. Já, Sigmundur var leikstjóri. Já, en þá ert þú bara orðinn táningur og... Þá er ég orðinn meira en það. Ég var komin yfir 20, ég var allir ekki fyrir 21. Og var ennþá þessi leikhúsbaktería í þér? Ég held að ég hafi nú verið búin að gefa hann upp á bátinn þarna. Bara já, vegna þess að ég vissi að þarna var það orðin myndlistin. Því ég var búin að þvælast mikið, ég var búin að vera í Danmörku og Englandi og ég var búin að fara til Ítalíu. Já. Þannig ég vissi alveg hvert ég ætlaði orðið. Já, en þú ert stelpa af Eyrinni? Já. Ertu fædd þar eða? Ég er fædd á Tanganum í Grundargötu, flutti upp í Laugargötu og síðan fluttum við niður í Sólvelli þegar að voru byggðir alls konar, það var byggðir, þú veist, verkamannabústaðir þarna niður. Já. Þannig kringum Oddeyrarskólann, það sem hann er. Já, þá gátu foreldrar mínir keypt hús því þetta var keypt, þetta var svona 2 fjölskyldna hús. Já. Og þarna ertu náttúrulega bara sem stelpa og fram eftir öllu. Já, ég var búin að fara í það sem hét smábarnaskóli en ég flutti þarna 6 ára. Þannig að ég gekk bara í barnaskóla Akureyrar og... Hvernig var að vera krakki á Eyrinni á þessum tíma? Það var, ég á bókstaflega ekkert nema góðar minningar, kannski trúir fólk því ekki, en mér fannst það yndislegt, það var svo mikið frelsi að vera þarna, það voru svo margir krakkar og það voru allir alltaf að leika sér saman.
þú varst bara, á sumrin var það út á leikvelli líka og það var verið, við vorum kannski í rólum að syngja langt fram á kvöld, þangað til að var farið að rópa úr öllum gluggum að koma inn. Og svo voru svona ævintýra leiðangrar út í Slipp. Já. Og stelast til að fara á slipparanum yfir árásana. Þannig að, já, þetta var bara ótrúlega fínt. Rósa, þetta er öðruvísi í dag? Já, ég held að það sé ekki til alveg enda eðlilega. Þetta eru löngu liðnir tíma. Ferðu svona upp rifjunartúra Eyrina? Ég geng stundum Eyrina, bæði hef ég gengið þar í hópi meðan ég vann út í háskóla, fórum einu sinni og við gengum Eyrina og ég sagði þeim frá ýmsu sem ég vissi. Ég hef farið með vinkonum mínum í gönguferðir þar og rifja upp, já, ég geri það, mér finnst það gott. Alveg rétt. En þessi hús hafa breyst verulega mikið. Ungt fólk komin inn, það er búið að byggja við og breyta þeim. Já. Það var, þau sem að keyptu húsið þegar að við seldum það, eftir að við fluttum heim og við systkinum ákváðum það, þau eru enn í Sólvöllum 9. Já. Þannig, og ég hitti þau annars lagið svona og þannig að það sem sagt var strákur sem ólst upp bara þarna aðeins norðar í Sólvöllunum. Sem að keypti það? Já, Pétur. Vill vera á þessum slóðum. Hefur verið allan þennan tíma. Já, það ekki bara... Jú, mér finnst það fínt. Þetta er náttúrulega merki það að það er gott að vera þarna. Já. Við náttúrulega erum bæðið Eyrarbúk, svoleiðis. Já, ég man alveg eftir þér. Og öllu skyldfólkinu, það var svo margir sem bjuggu í því húsi. Já. Það var risastórt hús sem afi mig byggði, sko. Já, einmitt. Gestur afið þinn. Já, gestur afið minn og við vorum, veit ekki hvað, 15 mann sem bjöggum í þessu húsi. Já, akkurat. Já, en Rósa, þú nefnir útland, þú kannst nefna til útlanda. Já, ég held að þó ég hefi elskað Eyrina, þá var ég kannski bara, þá langaði mig aðeins út fyrir þennan fjörð sem var svona umlukin fjöllum. En var það algilt á þessum tíma? Nei, sennilega ekkert mjög og ég fór þannig, ég fór sem sagt í skóla í Danmörku í 1 ár til að læra sem að þá hét útstillinga og skiltagerð. Svo kom ég heim og vann hjá KEA í 1 ár. Ég man eftir því. Og þannig ég bara 18 ára. Já. Og síðan sem sagt aftur eftir ég var búin að vera heima í 1 ár og vinna mér inn smá pening, þá fór ég til London. Þá fór ég sem, það var svona, það hét Mother's Helper og svo fengum við að fara í skóla og læra ensku líka svona á kvöldin. Og þar var ég í ár og þá var ég nú bara komin með svona einhvern fiðring sem að var fólst í því að vilja bara fara og vera einhver stað. Útlandafiðring. Já. Og búin að kynnast myndlist miklu meiri ég hafði nokkuð tíma gert á Akureyri. Já. Og búin að fara til Ítalíu, þar að auki. Og ég vissi alveg hvað ég vildi gera. Það er nú alveg sko svona stungaði bólusetning eða hvað kallaði það? Allavega og svo bara kom ég heim, sagði foreldrum mínum fyrir ætlanir mínar að ég ætlaði að fara í myndlistanám til Ítalíu. Og þau voru svo ótrúlega að þeim fannst bara held ég ekkert sjálfsagður en þau vissu náttúrulega ekki alveg hvernig þetta myndi gerast. Já. Og ég sótti sem sagt ég vissi alveg hvert ég vildi fara. Já, vissan skóla og allt. Já, í Akademíuna Brera í Milano og fékk inni og þá var auðvitað komið að því sko hvernig ég myndi gera allt annað sem þurfti að gera. Og móðir mín sem var frekar hlédræg, af því þau sko sögðu aldrei viltu nokkuð vera að þessu, þau voru bara svo jákvæð. Og hún sagði, ég ætla nú að athuga hvert ég geti ekki komist að því hvert hægt að fá styrki. Og hún var mjög hlédræg en hringdi þó í Thor R. Thors sem var ítalskur, það hét nú held ég konsúl þá. Já, ræðismaður. Já. Og spurði hann hvort sagði henni þessar fyrirætlanir mínar.
og hvort það væri einhver möguleiki að svona ungar konur sem ætlaðu að hyggðu á nám á Ítalíu gæti fengið væri einhver staði sem það geti sótt styrk. Og hann reyndist mjög hjálplegur. Hann reyndist nú svo hjálplegur að svo var hann á ferð á Ítalíu árið seinna, ég var búin að vera þeirri ár og þá kom hann og heimsótti mig og sem sagt bauð mér í ferð til San Marino einn dag og bara, já. Hvað segir? En allavega þá fekk ég styrk í mánuð til að læra ítölsku. Já. En ég var búin að sjá hvernig ég gæti gert hitt, búin að safna á allt mögulegt. Og næsta ár sótti ég aftur og þá fikk ég styrk í 3 mánuði og eftir það fekk ég styrk allt árið. Já, hvað varstu lengi þarna? Ég var í 6 ár en ég var bara, akademían var 4 ár og ég var svo sem ekki alltaf í Milano, fór til Bologna og 2 seinni árin þá var ég að vinna með grafíkprófessornum mínum í skólanum í akademíun í Bologna og því þá var ég að bíða eftir að þá orðin maðurinn minn væri að ljúka sínu námi. Já. Af því við vorum Og maðurinn þinn er? Hann heitir Nick Cariglia og sem sagt af ítölsku bergi brotinn en fæddur þó í New York og uppalinn þar af ítölskum foreldrum. Og er læknir á Akureyri. Og er læknir á Akureyri, já. Þannig að þá varst þú búin að hitta Nick, búin að fara að heillast af Ítalíu og það hefur ekkert gengið tilbaka með þetta. Nei, við við erum búin að þekkjast þetta ár núna, 2018 höfum við þekkst í 50 ár. Já. Já. Geturðu hugsaði tilbaka hvernig þetta var? Manstu? Já, ég man það mjög. Þegar þú sást hann fyrst? Já, eða þegar hann sá mig fyrst. Vegna þess að ég var ekkert í neinum slíkum hugleiðingum. Ég var bara að læra ítölsku. Við hittumst semst í ítölsku námi í Perugia á Ítalíu. Já. Og Nick hins vegar, því að foreldrar hans höfðu aldrei talað við hann á ítölsku því það mátti ekki í þeim skilningi að foreldrar sem voru innflytjendur eða börn innflytjenda í Bandaríkjunum vildu ekki að börnin þeirra töluðu ensku með hreim eins og þau höfðu gert. Þannig að það var alveg nauðsynlegt og þau fengu enga ítölsku kennslu í uppeldinu. Já. Þannig að hann var þarna til að læra ítölsku en hann var miklu meira niður þar sem var svona biljarborð og svoleiðis niður í kjallara í háskólanum. En ég var bara mjög samviskusum að læra. Og en svo fór hann eitthvað að spurja mig alls konar hvert ég væri upptekin í kvöld og þetta og hitt og hann segir frá því gjarnan og ég sagði já ég upptekin í kvöld og líka á morgun. En svo lét til loks undan. Var hann skeggjaður þá? Nei. Þetta var svona byrjunin á 1968 og smátt þá fórum við bæði að verða aðeins ypparlegri en við vorum þarna í fyrstu. Og taka upp aðra. Já. Hvað eigið það börnum? Við höfum 2 börn, John Julius og Nicole Völu. Og hvar eru þau? John býr hér á Akureyri með sín 3 börn og Nicole býr í Boston með sinn son og mann. Já. Og sko, John er bankamaður? Já. Og Nicole? Tónlistarkona. Hún er sellóleikari? Já, hún er sellóleikari. Alveg rétt. Og vinnur allt sem hún vinnur, hvort sem það að spila á tónleikum eða kenna eða þetta allt tengt tónlist. Já, hún er alveg í tónlist. Alveg, já. Rósa, við getum ekki lokið þessu viðtali og þegar við tala hann Karl Guðmundsson. Já, það sem þú hefur haldið utanum, náttúrulega ásamt foreldrunum náttúrulega, í mörg ár. Já, það má segja að ég náttúrulega hef þekkt Kalla frá því hann fæddist, þar að segja hann var orðinn. Ég var í Ameríku veturinn sem hann fæddist en ég kom heim vorið og Ingibjörg móðir hans er vinkona mín. Já. Þannig að ég kynntist honum strax þá. Svo var ég farin að kenna í myndlistaskólanum og búin að vera þar dálítið. Og þegar Kalli er orðinn 5 ára, þá kemur Ingibjörg einhvern tímann til mér og segir
heldurðu að Kalli gæti komið í myndlistaskólann til þín? Og ég, sko, það hvarflaði ekki að mér annan en að segja já, auðvitað. Já, já. Og þá kom hann, þetta var sumarið og hann kom sem sagt haustið og var þar meira og minna, hann tók 1 ár, sem sagt eftir fyrsta veturinn, þá tók hann sér hlé, hann vildi það, en hann var kominn svo aftur eftir áramót, árið eftir, já. Við náttúrulega sjáum við myndir á og svoleiðis, en sko, Kalli er mikið fatlaður. Hann er mikið líkamlega fatlaður, já. En hann er sem betur fyrr, þá er hann alls ekki andlega fatlaður, hann er bara eins og við öll erum. En hann er náttúrulega getur afar lítið þegar kemur að hreyfingum. Og þar með líka talið að tala eins og við gerum. Já. En hann getur tjáð sig með því sem kallað blissmál og það eru svona tákn sem eru bæði tákn og líka orðið sem þau standa fyrir, stendur á því. Og áður en að hann fékk þessa fínu tölvu sem hann hefur í dag, þar sem að þetta bara inn í tölvun og hann stýrir því með augunum hvað hann ætlar að segja og talvan segir það. Þá var þetta á svona spjaldi og þú þurftir að sko halda upp í spjaldinu og benda á litina og spurja hann hvar það væri. Og ef það var á gulu þá byrjaður fyrir ofan miðju á öllu gulu táknunum. Það þetta leita svona. Já, þannig að bara til þess að Kalli gæti sagt, til dæmis spurt mig að einni spurningu, þá tók það dálítinn tíma. Já. Og hann hefur náttúrulega óbílandi þolinmæði. En þú? Já, ég lærði hann af honum. Ég hefði hann engan veginn áður, en hann kendi mér og hefur kent mér þolinmæði og margt annað. Já, algjörlega. Og hvernig, og sko, nú Kalli orðinn fullorðinn? Já, hann var 30 í fyrra. Og býr bara, hefur sína íbúð? Hann bara hefur sína íbúð og býr þar og finnst yndislegt að vera heima hjá sér. Eins og held ég öllum þykir gott að eiga sitt heimili. Og fylgistu með honum eða er hann enn að mála með þér? Við höfum alltaf, hvað ég segja, ég myndi nú ekki segja að við hittumst á hverjum sunnudag og höfum gert það síðan hann var lítill. Eða það að segja, eftir að Kalli var búinn í myndlistaskólanum, þegar hann var orðinn unglingur, þá fór hann á listnámsbrautinni í verkmenntaskólanum og eftir það fórum við að hittast heima hjá mér á sunnudag. Rósa, þið eru 2 bækur. Já. Sem að tengir ykkur saman líka. Það er rétt. Hvað er þetta? Þetta eru bækur sem eru greinasöfn, báðar bækurnar, og í þeim er grein, og ég vil segja grein eftir sem sagt okkur Kalla. Það er að segja hún er samvinnun okkar, alveg frá því hann kom fyrst í myndlistaskólan og alla samvinnun okkar, það hvernig fyrst þá vorum við sem sagt í hlutverki kennara og nemanda, en síðan varð hlutverkið að félögum í listinni, 2 vinir sem að búa til list saman. Og þetta er svona bæði þennan feril eða þessa samveru okkar öll þessi ár og líka mikilvægi þess að allir einstaklingar hafi tækifæri til að sinna listsköpun, hafi þau og fari í listnám, hafi þau vilja og löngun til þess. Vegna þess að það er ekki, þú þarft ekki að, þú getur farið í listnám þó þú sést fatlaður. Og í dag eru til margar hreyfingar fötlunarlistir sem kallaðar eru svo. Rósa, ég sé línurnar mína dansa. Já. Þær svífa yfir hafflötinn og teygja sig í átt til himins. Það er Kalli. Þetta er Kalli? Já. 2007? 2007 þegar við vorum að byrja að undirbúa
sýningu sem átti að vera þetta hefur verið fyrir lokasýninguna hans, þetta var fyrir lokasýninguna hans, útskriftarsýninguna úr verkmenntaskólanum. Og þá var hann að gera, það sem hann hefur gert lengst eru alls konar tilbrigði við línur. Og þá horfði hann á það sem hann var að gera og sagði þetta, einmitt. Þetta sagði? Já, já. Og hann, svo sem hann hefur oft sagt mér að alltaf þegar hann fær hugmynd að myndverki, þá sér hann það alveg skýrt inn í höfðinu fyrst, eins og við gerum svo mörg þegar við erum að fara. Já, hann er svona myndrænt myndi. Já, mjög, algjörlega, hann gerir það. Og hann er mikill fagurkeri í þeim skilningi að fagurfræði og fagurfræði myndlistar er honum mikilvæg, mjög svo mikilvæg. Við skulum enda á þessu. Sko, þú varst óttaslegin að koma og spjalla við mig hérna. Tíminn er búinn. Já, það er gott. Það er ágætt. En þetta var yndislegt, Gestur. Þetta var samt mjög fínt. Viltu taka mynd af þér? Ekki spurning. Já. Já. Ég myndast ekki mjög vel, sko. Já, þú ræður engu með það. Rósa Kristín, kærar þakkir. Heyrðu bara, takk sömuleiðis.